Góðan daginn, Smárakirkja. Velkomin á samkomu með okkur hérna í Smárakirkju. Það eru nú ekki margir í salnum, það er búið náttúrulega eins og allir vita í COVID-faraldrinum að setja samkomubann allt niður í 20 manns. Þannig að við náttúrulega hlýtum því, en okkur finnst mikið blessun að fá að vera samt með samkomu hérna á netinu fyrir ykkur sem að heima sitja og eruð að fylgjast með okkur á netinu. Við erum gríðarlega þakklátt fyrir allt fólki sem að fylgjast með. Það er búið að vera aukast mikið núna, sérstaklega náttúrulega í þessum kringumstæðum. Fólk að horfa, við erum þakklátt. Það verður rosa gaman að fá frá ykkur smá viðbrögð, eða getur sett like á okkur eða sendt okkur hérna línu á Facebook. Það verður rosa gaman. En bara stutta bæn, svo ætlum við að lofa Guð saman í tónlist. Við ætlum að byrja á því að taka 2 lög saman í hvert á fætur öðru. Svolítið hress, áður en við förum inn í svona meiri rólegri lög. En við skulum biðja saman. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að fáum að koma saman, fáum að lyfta upp þínu nafni. Drottinn, ég bið fyrir land og þjóð. Ég bið fyrir öllum sem að hlusta á okkur, Drottinn. Ég bið fyrir öllum heilbrigðisstarfsmönnum, sjúkrahúsunum okkur og öllum ráðamönnum þegar þeir standa frammi fyrir þessum ákvörðun, Drottinn. Þú gefur visku inn í allar þessar kringumstæður. Ég bið fyrir ekki bara Íslandi, heldur öllum heiminum þegar hann tekst á við þessa vá í Jesú nafni. Þú munt vel fyrir sjá, við trúum því, Drottinn, að þú munir vel fyrir sjá. Í Jesú nafni, allir sögðu Amen. Again I say rejoice. Bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good.
for your goodness, enough for your grace. I don't know where I would be today, enough for your kindness and every concern. I'm still standing. Enough for your mercy, enough for your love. I was rightly good at giving up. Enough for your favor and every concern. I'm still standing. Led by the grace of God. Christ of solid rock I stand, over the proud sinking sand. On Christ of solid rock I stand, but by the grace of God. On Christ of solid rock I stand, over the proud sinking sand. On Christ of solid rock I stand, but by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, enough for your goodness, enough for your grace. I don't know where I would be today. Enough for your kindness and every concern. I'm still standing. Enough for your mercy, enough for your love. I was rightly good at giving up. Enough for your favor and every concern. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing, but by the grace of God. Halleluja, þetta var magnað. Og þetta ekki einmitt þannig að við getum svo mikið þakka fyrir í dag. Við erum ennþá hér, þið eru að horfa, við erum hér og við erum öll standandi í fæturnar, ekki sagt. Þannig að Guð er góður. Og það er svo mikilvægt á þessum tímum þegar við heyrum allar þessar slæmu fréttir að minna okkur á hvað Guð er góður. Fara að horfa til Drottins en ekki okkur sjálf. Það er tækifæri í svona kringumstæður að horfa á Drottin. Þannig í dag þá vil ég skora á þig. Í staðinn fyrir að vera að horfa á tölurnar sem að birtast í fjölmiðlum og annað slíkt. Horfum á það hvað Guð hefur verið góður við okkur. Horfum á alla erfiðleikana sem að Guð hefur tekið okkur úr og hann hefur sett fætur okkur á klettin. Og ritningin talar að hann er kletturinn. Þannig að í dag, í staðinn fyrir að vera í okkur eymd og volaði, byrjum að þakka Guði. Hefjum augu okkar til himins og segi Drottin, ég bara þakka þér fyrir trúfestu þína. Og ég þakka þér fyrir miskunn þína. Og í dag þá er nýtt tækifæri. Það er nýtt tækifæri á dýpri lofgjörð og gleði sem er ekki byggð á einhverju veraldlegu, heldur einhverju himnesku. Þannig í dag þá vil ég bara skora þig að setja von þín á Drottin. En við ætlum að halda áfram með lofgjörðina, en mér langar til þess að benda þér á að það er reikningsnúmer, við ætlum að taka samskot. Og við gerum það með óvenjulegum hætti í dag, en við viljum náttúrulega halda úti þessu magnaða starfi og Guðs ríkinu, þannig ég hvet þig, ef að þú ert aflögufær, endilega skoða reikningsnúmerið og legð inn smá aur, því að það skiptir allt máli upp að það halda starfinu gangandi. Við erum ekki á sérstökum ríkisframlögum, heldur erum við byggð á einstaklingsframtaki, þannig að hver og einn þarf að leggja í púkk og við værum afar þakklátt ef þið myndið styrkja starfið með þessum hætti. Og ég veit það að Guð blessar glaðan gjafara. Guð blessar glaðan gjafara. Og ég heyri að það er lag sem er að byrja sem heitir Þú miklu Guð. Og vinir, það er nákvæmlega þannig, Drottin er mikill og hann gerir furðuverk. Þetta lag tók Elvis Presley mjög gjarnan á sínu tónleikum alltaf í lokin, því að hann vildi gefa Guði dýrðina. Og mér langar til þess að hvetja þig þegar við syngjum hennar texta að þú horfir á
og horfið til Guðs og sjáu hversu mikill hann Drottinn blessi þig og varðveiti. Sem manninn elskað hefur og miðlað honum þinn í frelsis ná. Þú mikli Guð sem æðstu gjafir gefur, já gefur mönnum þín bestu ráð. Því hrópar sál mín sæl í Þú mikli Guð, þú mikli Guð, því hrópar sál mín sæl í alþögnum. Þú Hann leiðir mig og styður og lær mér alla miskunn sem ég þarf. Hann verndar mig og beinabraut mér ríður og býr að lokum himins dýrðar að. Því hrópar sál mín sæl í alþögnum.
fallegt lag, þú mikli Guð. Eitt af þessum gömlu lögum sem að má ekki gleymast. Og hér annað, nafnið Jesús. Það rosa gaman og við reynum að vera í nútíma lögum og þessum nýju lögum, en það mikilvægt líka að gleyma ekki perlunum. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Nafnið Jesú, það það sem öllu máli skipti. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Þegar fjöldans nafn mun fölna, mun ég færa nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógrið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafnið Jesú, fara nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf hýða. Innan skams mun opnast perlur hlýðin. Hinn ég geng og lít hans augliti undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast. Á Golgata hann gaf upp andans sinn, til að gæti ég og þú séð himinninn. Syngjum öll saman. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf hýða. Innan skams mun opnast perlur hlýðin, og inn ég geng og lít hans augliti undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast. Á Golgata hann gaf upp andans sinn. Takk Jesús, til að gæti ég og þú séð himinninn. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú,
Nafnið Jesús.
Halleluja, takk Jesus. Halleluja. Það er gott að eiga Guð sem við getum hort til. Halleluja. Það er gott að eiga Guð sem við getum hort til. Það er mikil hræðsla, það er mikil uggi í fólki akkurat núna. Fólk er óvíst með hvert hluti til stefna, en eitt er víst, hann er alltaf Guð. Og maður er amen. Og það er svo gott að snúa sig til hans. Halleluja. Þetta lag sem er síðasta lagi sem við ætlum að syngja hér í Lofgjörðum með ykkur í dag, heiti You Say og varð frægt á síðasta ári. Og svolítið sérstakt þetta lag er lofgjörðalag í rauninni og verður viðsælt bæði eins og við köllum það í þessum venjulega popheimi og eins líka í öllum kirkjum heimsins. Þegar ég heyrði þetta lag fyrst þá var ég að gangi gegnum skrítinn tíma. Ég hafði mist bróður minn, elsta bróður minn, og þetta lag fekk mig til að hugsa æsku mína og hver ég er og hvað ég hef orðið, bæði sigrar mínir og ósigrar, og hver er ég í dag. Og ég vissulega vegna æsku minnar hef barist eins og segið, I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Ég að berjast við raddir í innra með mér sem segja ég sé ekki nóg, meðan að hann segir að ég elskaður, meðan að hann segir að ég nóg, meðan að hann segir að ég sigurvegari. Það eru þessar raddir sem við megum ekki hlusta núna, raddir neikvæðni, þessar raddir sem að reyna að þrykkja okkur niður og segja okkur að það sé ekki framtíð. Það er lygi, það er framtíð og það er björt framtíð. Við þurfum að fela okkur í hendur hans og við þurfum að hlusta á þegar hann vill hvísla í eyra okkar og hjarta okkar að ég elska þig, elsku sonur og elsku dóttir, ég elska þig. Ég söng þetta lag nokkru sinnum og grét vanalega vegna þess að það var sársauki innra með mér. Það var erfitt að horfa á elsta bróður minn sem hafði verið hæfileikaríkur maður, en hann hafði farið halloka í lífinu og hann hafði tekið vitlausar ákvarðanir. Og það er það sem við megum ekki gera. Það er ávallt hægt að snúa við vegna þess að það er líf í Guði og hann vill taka á mót okkur og hann vill hjálpa okkur í gegnum það sem við erum að gangi í gegnum. Nú meira en nokkuð tíma náðu þurfum við þessi þjóð á því að halda. Þannig ég hveti, taktu á móti Jesú í dag og opnaðu lífið þitt fyrir honum. Bara pröfa að biðja. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Again just who I am because I need to know. 'Cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, and I believe what you say of me. I believe. The thing that matters now is everything you think of me. You, I find my worth in you. I find my identity.
your feet. 'Cause you have every failure, God, and you have every victory. You say I am loved, and I can't feel a thing. You say I am held when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, and I believe, and I believe what you say to me. 'Cause I believe, yes I believe what you say to me. 'Cause I believe, yes I believe what you say of me. I believe, yes I believe. Amen. Takk Jesús. Halleluja. Vinir, þetta nákvæmlega málið. Vitið að við öll berjumst við ótta eða kvíða eða vanlíðanir eða vanlíðan eða slæmar hugsanir. En þegar það banka á dyrnar, þá svo mikilvægt að hafa í huga að senda Jesú til dyra. Hvað segir Jesú? Hvernig svarar Jesú kringumstæðunum? Og mér langar til þess að hvetja mig í dag og hvetja okkur öll, því að hann blíðlega laðandi. Hann blíðlega laðandi. Margir upplifa Guð sem mjög refsandi og alltaf að reyna að skamma fólki sitt, en það ekki málið. Hann kom í hennan heim til að frelsa heiminn, til að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Hann hefur betri leið og hann hefur trú á þér og hann hefur trú á mér. Og mér langar til þess að hvetja þig, ef að þú ert í svona aðstæðum þar sem að þér finnst hugsanir þínar bara komnar út allt og þú finnur ekki þessi orð frá Guði, þar sem hann segir, þú ert elskuð, þú ert elskaður, ég með þér. Allt megnar þú fyrir hjálp mína sem að þig styrkan gjörir. Ef að þú finnur það ekki, þá erum við hér með þér og við erum tilbúin að biðja með þér. Og mér langar til þess að hvetja ykkur, ef þið hafið bænarefni eða eitthvað sem að hvílar á hjarta ykkar, endilega sendi post á Smárakirkju inn á Facebook síðunni og við erum meir en tilbúin, ég og Halldór og fleiri, við erum meir en tilbúin að spjalla við ykkur og biðja með ykkur, og þannig að þú ert ekki einn. Þú ert aldrei einn. Jesús með þér. Englar hans umkringja þig. Ekki gleyma því. Þú ert ekki einn. Og umfram allt, treystu loforðin Guðs fyrir lífið þitt. Því að ég hef farið í gegnum alls konar kringumstæður sem ég hélt að ég myndi aldrei komast út úr. En ég finn það að í gegnum þolgæði með því að treysta Guð í erfiðum kringumstæðum, þá hef ég séð svo ótrúlega sigra. Og mér langar bara til þess að minna þig á, það blíðlega laðandi sem að Kristur kallar. Og hann að kalla á þig í dag, hann að banka á hjarta þitt. Og mér langar til þess að hvetja þig þegar óttinn eða kvíðinn eða vanlíðan fyrir að banka á. Það svo tákrænt, sendu Jesú til dyra, sendu orð hans til dyra. Rétt eins og Jesú gerði þegar hann fór inn í eyðimörkina, þegar óvinurinn var að gera árás á hann. Hvað sagði? Hann sagði, rita þér. Og vinir, þegar kringumstæðurnar fara að banka á, það gerist hjá öllum. Það enginn sem fer varhluta af því. Segðu frekar, rita þér. Ég meir en nóg, ég meir en sigurvegari.
Allt megna ég, hann sem hafið hefur í mér góða verkið, hann mun og fullkomna það. Það eru svo margir ritningastar sem við getum svarað kringumstæðum með að hugsa honum með. Þannig í dag, í staðan fyrir að verkjast í vafa eða vera í vanlíðan, talað út trú og talað út líf. Því að dauð og líf er á tunguna valdi. Amen. En við ætlum næst að fá að heyra predikun en áður en við fáum að heyra predikun. Takk elskurnar. Yndisleg lofgjörð, algjörlega yndisleg. Ég er hérna fremst, við erum hérna 3 í salnum og ég bara græt og græt. Enda líka það er ekkert betra heldur en að finna fyrir anda Guðs. Það þarf ekki 100 manns í salnum, það er bara ég og Guð, þú og Guð og við finnum fyrir anda Guðs. Mér langar til þess að áður en við förum inn í predikunna og Halldór Lár, hann ætlar að tala til okkar, en hann gerir það heiman frá sér og við ætlum að nota tæknina því að auðvitað það eru margir sem að það er bara betra fyrir fólk sum að vera heima og það er bara gott og vel og þannig að hann ætlar að predika það en mér langar til þess að biðja. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að bara annarkvort að lyfta hönd eða ég bara gera það sem að þú vilt og við ætlum að biðja saman. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég vil bara byrja á því að þakka þér fyrir kærleika þinn, miskunnsemi þína. Drottinn fyrir allar, drottinn bara fyrir öll loforð þín, fyrir allt það sem þú gert fyrir mig, drottinn. Ég þakka þér fyrir Ísland, ég þakka þér fyrir það sem að þú ert að gera á Íslandi og ég biði drottinn að drottinn eiga við hjörtu fólksins að það mætti leita þín í erfiðum kringumstæðum en ekki reiða sig á eigið hyggjuvit. Þetta eigið hyggjuvit, það er ofmetið. Drottinn að við mættum reiða okkur að þig, Jesús. Og ég bið drottinn, ég tala frið, ég tala kjark inn í líf fólks, ég tala gleði, drottinn, því að gleði þín er styrkur okkar. Og drottinn, ég tala umfram allt velvild þína. Ég tala farsælt yfir íslenska þjóð, drottinn, að við mættum drottinn Jesús, við mættum vera fljótar í svo fætur, drottinn, þegar tækifæri gefst. Drottinn, ég bið fyrir þeim sem eru veikir á spítala. Ég bið fyrir þeim sem eru með veiruna í sér, drottinn. Ég bið lækningu þeim til handa. Ég bið lækningu og kraftaverk, drottinn. Og ég bið líka, drottinn, fyrir öllum aðstandendum sem að gangi í gegnum erfiða tíma og sem að veit ekki hvert eiga að leita, drottinn. Gef þeim náð að leita til þín, Jesús. Og drottinn, ég bið Jesús fyrir öllum ráðamönnum, íslensku samfélagi, drottinn, að þau máttu, drottinn, gera rétt, drottinn. Að þau máttu fá góðar hugmyndir, drottinn. Visku senda frá himninum, drottinn. Og við biðjum og við leggjum allt í þínar hendur. Því að það er best í þínum höndum. Og við biðjum og allir liðinu sagði Amen. Amen að því þess svo skal verða. Og Amen. Þannig að það er komið að predikun. Við bjóðum og við gefum Halldóri Lár orðið. Gjörðu þið svo vel. Góðan daginn, kæru vinir. Ég staddur heima hjá mér